Þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Herra forseti. Kastljósþáttur sunnudagsins var til þess að það var algjör trúnaðarbrestur milli almennings í landinu og ráðamanna þjóðarinnar. Og sú staða sem upp er komin er að ríkisstjórnin er á undanhaldi. Forsætisráðherra sem sagði fyrir 2,5 sólarhring að ríkisstjórnarsamstarfið stæði styrkum fótum hefur nú stigið til hliðar og kosningum hefur verið flýtt. En trúnaðarbresturinn er enn til staðar. Því það sem við höfum séð hæstv. ráðherra og hv. þingmenn stjórnarliðsins, þá sem hafa tjáð sig þessi mál, eru ekki þau viðbrögð að fordæma þá staðreynd að Íslendingar virðast eiga heimsmet í tengslum við aflandsfélög og skattaskjól. Ekki að fordæma þá staðreynd að kjörnir fulltrúar hafi verið að geyma eignir í skattaskjólum sem snúast ekki aðeins að fara fram hjá skattalögum, heldur að leyna eignarhaldi og stunda annars konar viðskiptahætti en við teljum eðlilegt. Því það eru margháttaðar ástæður fyrir því að fólk kýs að beina viðskiptum sínum í skattaskjól. Og á þessu þarf að taka. Það þarf að sýna fram á það að íslensk stjórnvöld séu reiðubúin til þess að taka þessa baráttu alvarlega og sýna þar með í verki að við stöndum í sama hópi og önnur vestræn lýðræðisríki. Hæstv. atvinnuvegaráðherra, verðandi forsætisráðherra, sagði hins vegar þegar hann var spurður að það væri auðvitað augljóslega talsvert flókið að eiga pening á Íslandi. Það væri ekkert að því að fólk væri efnað á Íslandi. Og aðspurður hvort eðlilegt væri að eiga stórar upphæðir á tortóla sagði hann hin fleygu orð: einhvers staðar verða peningarnir að vera. Herra forseti, ætlar hæstv. forsætisráðherra að halda áfram að verja heimsmet Íslendinga í að geyma eignir sínar í skattaskjólum, eða eigum við von á því að hæstv. ríkisstjórn breyti stefnu og taki upp einhverja baráttu í þessu máli og sé í takt við önnur vestræn ríki í þessu máli? Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnarmeirihlutinn er á engu undanhaldi. Það er mjög öflugur meirihluti hér í þinginu fyrir áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarfi. Sjálfur er ég nú ekki orðinn forsætisráðherra. Það er rétt að það er trúnaðarbrestur í samfélaginu, bæði á stjórnmálamenn, stjórnvöld, fjármálakerfið. Það er mikill vandi sem að hvílir á okkur hér inni að taka á því máli. Það er auðvitað fordæmalaust sá fjöldi Íslendinga sem valið hefur að setja eignir sínar með þessum hætti á lágskattaríki, þó það sé löglegt, og það er ekkert að því þegar menn gera það með þeim hætti að skila hér sköttum og skyldum og eru ekki að gera það í einhverjum annarlegum tilgangi, löglega fengið fé. Það er hins vegar verulega mikið að því, séu menn að því í stórum stíl til þess að fela fé eða borga ekki skatta til samfélagsins. Og ég held að við ættum að nota þetta tækifæri hér í dag að hvetja alla þá sem eru upplýsir af því í Panama-skjölunum, en einnig annars staðar, hjá öðrum bönkum, hjá öðrum fyrirtækjum, alla þá sem að hugsanlega hafa orðið fyrir því að gera slíkt á síðustu árum, að koma heim með þá peninga, gera hreint fyrir sínum dyrum. Við þurfum síðan líka að fara yfir það í þessum sal, bæði stjórnvöld og þingið, hvort að lagaumhverfið okkar sé rétt. Við þurfum að halda hér fundi, við getum haldið opinn fund í efnahags- og skattanefnd, fengið ríkisskattstjóra og ríkisrannsóknarstjóra til þess að koma og upplýsa það hvernig staða mála er. Við gætum tekið hér sérstaka umræðu eða jafnvel eitthvað fleira. Við þurfum augljóslega öll hér inni að axla þá ábyrgð að við þurfum að taka á þessu máli eins og allar aðrar þjóðir vilja gera og við að leita til fyrirmyndar hvar það er gert með bestum hætti. Það er
mín skoðun. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, tekur til máls. Já, herra forseti, ég biðst afsökunar á að kalla hæstv. Atvinnuráðherra forsætisráðherra, en það er nú erfitt að átta sig á ráðherraskiptum í þessari ríkisstjórn og hver nákvæmlega er forsætisráðherra miðað við þær fréttatilkynningar sem berast úr forsætisráðuneytinu. En ég vil bara spyrja mjög skýrt, því að hæstv. atvinnuráðherra segir hér að það er ekkert að því að fólk kjósi að geyma eignir sínar á lágskattasvæði. Verðandi hæstv. forsætisráðherra, er ekkert að því? Erum við ekki aðilar að alþjóðlegum skuldbindingum sem snúast um það, hvort sem er á norrænum vettvangi eða vettvangi OECD, að þeir að berjast gegn tilvist lágskattasvæða, að þeir að berjast gegn tilvist skattaskjóla sem veita ekki upplýsingar sjálfkrafa um þær eignir sem þar eru geymdar? Þannig að mig langar að spyrja í fyrsta lagi hæstv. ráðherra, er hann ekki einlægur í því að berjast gegn tilvist þessara skattaskjóla og breyta því sem þarf til að breyta til þess? Og finnst hæstv. ráðherra það í lagi að kjörnir fulltrúar, þeir aðilar sem gegna trúnaðarstörfum fyrir þjóðina, fari þessa leið þrátt fyrir þessa opinbera stefnu og reyni svo að leyna því? Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls. Virðulegur forseti, ég veit ekki hvort að hv. þingmaður misskildi mig. Ég var að segja að það sem er löglegt, samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðlegum lögum, þar sem menn fara að lögum og upplýsa um það og greiða sína skatta, þá er það verkefni okkar að fara yfir það hvort það þarf að breyta þeim lögum. Við erum að vinna með alþjóðasamfélaginu í því að taka á þessum málum, að þarna séu ekki skattaskjól, þarna geti fólk ekki falið fé. Og það er mjög mikilvægt að við komum þeim skilaboðum skýrt hér út, að við stöndum saman um það, að það eigi allir að standa skil á sínu til samfélagsins. Það eigi ekki að leyna fé. Hvað þá að stinga því undan eða með einhverjum öðrum hætti. Það var spurt hér áðan hvað ég hefði meint með því að segja að það væri erfitt að eiga fé á Íslandi. Ég átti við í samfélaginu. Ég átti við það sem er búið að vara við lengi eða búið að blasa við lengi í íslensku samfélagi, sem við erum að kljást við. Við þurfum að viðurkenna það að staða okkar er misjöfn. Við þurfum að tryggja að það sé jöfnuður í þessu samfélagi. Við þurfum að tryggja að það sé meiri jöfnuður í okkar samfélagi en flestum öðrum af því að við erum fá. Og staðreyndin er nú sú að jöfnuður hefur farið vaxandi og hefur aldrei verið meira á Íslandi í mjög langan tíma.